Góðan daginn, ég heiti Tómas Krausinski og ég býð ykkur velkomin í annan þátt af sérstökuseríunni frá Unimax sem heitir viðeigandi Blackout. Við munum aftur einbeita okkur á verkfærum sem þurfa ekki rafmagn, að þessu sinni heflum. Unimax býður upp á handhægt sett af 3 grunnhandheflum. Ef í Ameríku kalla þeir okkar C-heflar evrópska, þá getum við í Evrópu kalla þessa hefla hinglaust, ameríska. Þeir eru nefnilega úr málmi, búkurinn er gerður úr steypjárni og skurðtólinn úr stáli. Einkenni fyrir málmheflar er skrúfubúnaður til að stilla blaðið sem einfaldar mjög stillingu á flísahorni. Stundum sérðu það líka hjá C-heflum, en fyrir þá er einkennandi að festa með C-kýð. Í einfaldleika er vissulega fegurð, en fyrir byrjanda getur þetta kerfi auðveldlega bætt hann frá. Fyrsta heflið myndum við flokka sem klokkahefli samkvæmt reglum okkar, því á blaðinu er enn ein plata. Kölluð klokka sem sér betri brot á flísinu og skapar þannig sléttara yfirborð. Klokkan ætti að vera 1–2,5 mm frá brún blaðsins. Til að hafa það á hreinu, þá er ekki hvert einasta hefli sem hefur klokkahefli. Breidd blaðsins er 50 mm og þökk stillingabúnaði er auðvelt að stilla blaðið eða járnið í rétta stöðu, jafnvel fyrir leikmann. Skrúfan er eingöngu notuð til að stilla útstungu blaðsins og með stönginni er blaðinu hallað til hliðar eða stillt þannig að brúnin sé samsíða sleðanum svo að spóninn sé jafnþykkur á báðum endum. Handverkið er fínt. Mér líkar við viðarhandföngin sem eru ekki köld við lófa og nákvæmlega unnir kubbar, gera kleift að hefla hornrétt. Næsta hefill er lítill eignarhanda sléttari með blað sem er 40 mm á breidd. Hann er tilvalinn fyrir smáar frágangsvinnu eins og að mýkja brúnir, sérstaklega við harðleið. Blaðið hefur nefnilega mjög lítinn halla. Auk þess er hann með sléttu stillanlegu takmarkara sem gerir kleift að aðlaga mismunandi þykkt flísana. Breiða raufin er ætluð fyrir hraða vinnslu efnis þar sem nákvæmni er ekki enn svo mikilvæg, en hins vegar er mjóa raufin fyrir frágang. Settið er fullkomna með hefill sem kallast Vlatovka, með blaði sem er 5 og 50 mm á breidd sem minnir svolítið á kartöflusköfu og hefur í raun svipað hlutverk að fjarlægja jafna lag af ávölum yfirborðum. Meðan flestir aðrir heflar hafa það hlutverk að viðhalda sléttu yfirborði, er Vlatovka hins vegar sérfræðingur í IT, eða jafnvel innri bólum. Það fer eftir lögun flautunnar. Mig langar að sýna ykkur 2 aðra heflar, sem voru ekki í settinu en tilheyra grunnbúnaði trésmiðs, nefnilega svokallaða rímsómnýti. Kosturinn við þá er að þeir hafa blað, yfir alla breidd, flautunnar. Þeir eru því tilvaldir til að búa til raufar, eða hánraufar. Þetta eru aftur steypjárnsheflar með nútímalegri hönnun og blöðin eru jafnvel úr verkfæra stáli sem þýðir að þau verða erfiðari að brýna en halda skerpu lengur. Það eru í grundvallaratriðum 2 gerðir af rímsómnýti með blaðinu, það bil í miðju lengd plötunnar og síðan með blaðinu í svokölluðu nefi. Þeir eru ætlaðir til að hefla lokaðar raufar og hálfraufar. Þessi gerð táknar virkilega lítinn hefil með 20 og 5 mm breidd og stuttum nefi sem hægt er að færa til í litlu bili. Annar hefillinn er alhliða, hann kemur í stað hefðbundins rímshöfns og svokallast bugnóse. Langur viðauki veitir eins og venjulegur rímshöfn betri leiðsögn. En þú getur aðeins sett á stutt nef sem er erfiðara að setja í skurðin, en þú getur heflað lokaðar raufar og hálfraufar með því. Og í þriðja lagi getur þú nota hefilinn alveg án nefs, svipað og mikla til að hreinsa horn. Breidd skurðarins er 28 mm. Að vinna með handhefil er allt annað mál. Í fyrsta lagi myndi svitna vel við það, og í öðru lagi er yfirborð heflaðs vinnustykkis allt annað en frá rafmagnshefli. Og í þriðja lagi, aukavaran af réttri hefli eru fallega spónar sem hafa marga hægninga og fagurfræðilega notkun. Og hvernig stillir maður rétta spónin? Ef við sleppum hefli með bóðadregnu blaði sem er ætlað til að fjarlægja stóra spónar fyrir hraða en grófa yfirborðsmeðferð, ætti spónin að vera eins þykkur og pappír samkvæmt sérfræðingum. Fáir þeir að bæta við að það ætti að vera eins og sígarettupappír. Hún ætti því að vera gegnsæ. Auðvitað gat ég ekki haldið aftur af mér og vildi prófa heflana strax eftir að hafa fengið þá. Og þeir virkuðu, virkilega vel. Samhliða þeim pantaði ég líka tæki til að brýna mikla og blöð í heflum og ég verð að segja eftir að hafa brýnt þá var það virkilega frábært. Við munum sýna hvernig á að vinna með þessu tæki í einhverju næsta myndbandi.
Og ef þið hafið áhuga á viðbótar tesmiðsgröngli sem ómetanlegt ekki bara við hella, skoðið fyrsta myndbandið í Blackwood-röðinni, þar sem ég sýndi ykkur hvernig á að festa það við vinnuborðið og setja upp viðarplötur. Þið sjáið sjálfa handverkfæri veita stundum, jafnvel betri niðurstöður en nútíma vélar, og vinna með þeim veitir fyrst og fremst meiri ánægju. Þau eru einnig örlítið öruggari en háhraðavélar. Hvert verkstykki auk þess einstakt. Ég mun valda þeim sem elska spónaplötu vonbrigðum því að flest hefðbundin handverkfæri og verkfæri eru ætluð fyrir massíft við. Tengla. Á allar nefndar vörur finnur þú í lýsingunni undir myndbandinu. Vinsamlegast gerist áskrifandi og smellið á bjöllutáknið til að fá tilkynningar ný myndbönd frá Unimax verkstæðinu. Við fögnum líka þínum leiki eða uppbyggilegum athugasemdum. Hafið það gott og sjáumst fljótlega í Unimax verkstæðinu.